Fjóla Margrét 14 ára kylfingur í golfklúbbi Suðurnesja og hún var Íslandsmeistari í holukeppni 14 ára og yngri síðustu helgi og klúbbmeistari fullorðinsflokki fyrr í sumar. Hún hefur tekið golfið föstum tökum frá unga aldri og mætir á Hólmsvölli í Leiru, hennar heimavöll, daglega yfir sumarið. Hún húfustelpa og þekkist alltaf á bleiku húfun út á velli og við hittum hana úti í Leiru. Fólk veit alltaf hvar ég á velli. Með bleiku húfuna? Já, það er sjálft á bleiku. Ég byrjaði svona kringum 6 ára, en ég lék mér alveg áður og þannig, en ég byrjaði að æfa í kringum 6. Hvað var til að þú byrjaðir í golfi? Aðalega bróðir minn, hann var alltaf að æfa, hann var mjög góður og hann byrjaði svona að sýna mér og ég kom með út af völl og þá byrjaði ég að halda á kylfunni og leika mér. Þú fékkst bara golfdellu strax eins og þetta? Alveg, pottþétt klárlega. Og hvað er svona skemmtilegast í íþróttunni? Að geta bara mætt þegar ég vil og leika mér og vera með vinum og þetta er ekki neitt svona strangt rosalega og já. Þú ræður svolítið þínum tíma sjálf hvenær þú ferð að spila og æfa allt þetta? Já. Það er mjög skemmtilegt í það. Hafðirðu verið í einhverjum öðrum íþróttum áður? Ég var í sundi, sen hef ég alveg verið í fleiri íþróttum en ekki svona... Mikið keppnis? Já, en sund og golf er ég búin að vera aðalega. Hvað er það síðan við keppnisskóli? Nú ertu búin að vera duglega að spila, þú ert 14 ára gömul, ert búin að vera að keppa í mörg ár. Hvað er svona skemmtilegast við það? Bara, það er langt skemmtilegast að manni gengur vel að keppa og bara að geta fara út á völl og sýnt fólki hvað maður getur og bara spila sitt golf. Ertu með eitthvað sérstaklega veikleika eða styrkleika í golfinu þínu? Ekki neitt svona sem ég get hugsað. Bara misjafnt, stundum er studdspilið ekki nógu gott, stundum er slátturinn ekki nógu góður. Það bara komað svolítið staðar. Hvernig líður þér þegar þú ert að keppa svona þegar maður spyr andlega þáttinn? Ég reyna að vera eins jákvæð ef ég get. Bara alveg rosalega jákvæð. Ef mér gengur illa, þá kem ég bara næsta hring og bara reyna mitt allra besta. Og í stundum eins og í úrslitaleikjum og eitthvað þannig, þá verður maður smá stressaður, en það var ekki allir stressaður út af því, þannig. Nú varst að vinna Íslandsmótið í holukeppni í þínu flokki, 14 ára og yngri, og þið voru að spila í Grafarholtinu, þannig að gekk bara allt upp hjá þér, en nú er holukeppni aðeins öðruvísi en höggleikur fyrir þá sem ekki vita. Það er bara að spila hverja holu fyrir sig. Finnst þér þetta fyrirkomulag eitthvað skemmtilegra? Mér finnst alltaf holukeppni skemmtilegri. Það er alveg klárlegt. Maður getur ef maður lendur út í drasli eða eitthvað þannig, þá getur maður bara tekið fullan sjans á því og reynir helst ekki að taka víti og það er bara, ef þú fær sprengju á holu þá veit það enginn. Það veit bara að þú tapar holu eða eitthvað þannig. Og nú ertu að fara að spila Íslandsmótinu í höggleikónleika og þú varst klúbbmeistari golfklúbb Suðurnesja í fyrsta skipti í sumar í fullorðinsflokki. Þetta er bara að ganga þessi vel hjá þér? Já, þetta er bara, ég bara mæti til leiks og þá spilaði ég mitt golf og þá gengur allt vel. Hvað æfirðu mikið? Bara á hverjum degi, bara eins lengi og ég get. Og æfirðu og spilarðu fullan hring 18 hólur nánast að hverjum degi? Ég reyni það. En nú er ekki margar stelpur í golfi, allavega ekki hér hjá golfklúbbi Suðurnesja, eða það? Nei, það er engar, það er bara engin. Hvernig er það? Með hverjum ertu þá að æfa og spila? Það er alltaf leið. Sumir spyrja mig hvort það sé ógeðslega leiðilegt, en það er ekki það leiðilegt þegar ég er alveg, ég er góð með strákunum og eins og til dæmis Logi, ég spila alltaf með honum og að mjög skemmtilegt að æfa með honum. Þannig að ertu á æfingu kannski ertu að æfa oft með strákunum bestu strákunum í GS? Ég æfi bara með köllanum. Sumir er alveg yfir 40 og þannig, en þeir eru samt rosalega skemmtilega eins og Guðmundur, hann er alveg bara besti vinur minn. Hún er vel að þessu komið, Fjóla. Aha, duglega að æfa sig og... Duglega að æfa. Segist þér að æfa með ykkur? Já, hún æfum okkur. Já. Já.
Ég held að hún sé góð út af því. Já. Það ekki? Já. Út í voru dagið með okkur. Já, frábært. Ég sé ykkur. Áttu þeir eitthvað fyrirmyndir í golfi? Svona keppnislega séð, þá er náttúrulega Ólafía Þórunn. Hún er bara alltaf númer 1 hjá mér og síðan líka Guðrún Brá og Guðmundur Ágúst. En svona þegar ég byrjaði þá var bróðir minn alltaf bara á toppnum, bara alveg. Og þú heldur eitthvað sérstaklega mikið upp á Guðmundur Rúnar sem ef ég man rétt, 10-faldur klúbbmeistari í golfklúbbi Suðurnesja. Þeir eru mjög góða vinir. Já, hann er rosalega skemmtilegur og hann er bara góður og alla og rosalega góður í golfi. Og hann var eitthvað að hjálpa þér í úrslitaleiknum eða ekki? Hann var kilvusett fyrir því? Hann kom í úrslitaleiknum síðustu daginn í holukeppninni. Mamma var búin að kattja fyrir mig fyrstu 6 hóluna, síðan kom hann á 7. og bara rosalega góður í því og bara keypti líka mat fyrir hann fyrir það. Þannig að, en mamma er búin að vera ansi mikið með þér. Ég hef séð hana ansi mikið með þér og hún er alltaf á pókanum með þér út á velli að draga fyrir því. Hún er bara alveg, maður þarf að hafa foreldra með sig sem eru alveg 110% með barninu í golfi og mamma er bara alveg stanslaust að hjálpa mér. Það skiptir miklu máli að hafa svona góðan stuðning. Já, alveg rosalega miklu. Er ekki svolítið gaman að vera með henni? Jú, ógeðslega gaman. Hrikalega gaman. Skemmtilegast sem ég geri. Já. Svo er hún fjandi góð. Hún er bara rosalega góð. Svakalega góð. Hún er það. Þetta er það sem hún elskar. Já. Og þú alveg helling líka? Já, ég elska það að vera með henni, sko, en ég kann ekkert í golfi. Nei. Bara ekki neitt. En ég er góð kaddi. Já. Stefnuru, ertu með háleit markmið? Ég vil fara í skóla í Bandaríkjunum. Það er svona markmið mitt núna. Sem vil ég náttúrulega alveg komast á stærstu mótum, ekki bara á Íslandi, heldur líka bara út í útlöndum og allt það. Það er svona. Og hvernig er eins og nú er golfið orðið svona heilsás íþrótt, hefur verið að æfa yfir veturinn líka? Já, ég er alltaf í veturna. Ég kannski æfi mikið alveg jafn mikið, en ég reyni það sem ég get. Og hver er aðalþjálfarinn þinn í dag? Siggi Palli, hann er geðveikur, bara besti þjálfari sem ég geti beðið. Sigurpáll Geirsveinsson, hann kann eitthvað í golfi? Já, eitthvað. Þannig að, og þú ert að fara núna í Íslandsmót í höggleik og það verður nú gaman að bara negla þann titil líka? Já, maður reynir, en það getur allt gerst. Þannig, maður reynir bara að spila sitt golf og þá er maður alveg góð málum. Svona að lokum, ég var að spyrja hvað stundar hann það mikið, 14 ára gömul, ertu bara mætt út á golfvöll hérna, snemma dags? Ég mæti oft klukkan 10 á morgnana, síðan þarf ég oft að kenna í klukkutíma, síðan fer ég bara frá 11 til hálf 7, bara hálf 7, þá er ég bara út á velli allan tíman og fer vanlega að spila 18 hólur og bara dunda mér. Ertu að kenna yngri krökkum? Já, ég kenni stelpuflokki. Ég er að reyna að koma þeim aðeins meira í golfið því að þetta er rosalega skemmtileg íþrótt og þetta er ekki bara fyrir strákana. Stelpur eru líka alveg, þær geta alveg verið jafn góðar og strákanir. Ertu komið með nokkra? Ertu bjartsýn á að þetta gangi að fjölga stelpum? Það er allavega ein sem að mæti bara mjög oft og bara mjög góð og síðan eru 2 aðrar sem mæti stundum og þær eru bara mjög góðar og ég vona að það komi fleiri. Þannig geta bara sýnt þeim, þú veist, hversu skemmtilegt þetta er og reyna að koma fleirum í klubbinn og já. Nú ertu alveg upp hérna á Hólmsvelli í Leiru en ég verð að spyrja þig um hvað er svona uppáhalds golfvöllurinn? Akureyri er mjög skemmtilegur og mér finnst líka Oddur æðislegur. Hann er mjög skemmtilegur, mér finnst það. Og hvað er Leiran í röðinni? Hún er kannski svona ykkur stað toppum. Já, hún er þar. Hún er alveg uppi hjá mér. Og uppáhaldsbraut hérna í Leirunni? Á maður ekki að segja svona 16. það ekki? Þú voru að fara að hóla í höggið þar? Nei, ég hef verið nálægt, ég er mjög nálægt. Þannig að þú átt það eftir? Já, það kemur, ég finn það á mér.